Þorkell Helgason, þú ert næstur á dagskrá, eða mælendaskrá. Formaður, góðir fulltrúar og áheyrendur. Við erum beðin að tjá okkur skoðanir á þessum tveimur atriðum. Ég hef litið svo á og sagði það í aðdraganda kosningan í haust að ég vildi gjarnan hafa forsetann sem temprandi vald sem að veitti öðrum valdaþáttum aðhald. Þannig að í grundvallaratriðum ég fylgjandi því að hann hafi einhvers konar málskotsrétt og að hann hafi eitthvað með þær stofnanir að gera sem að eiga að vera óháðar framkvæmdarvaldinu og löggjafarvaldinu. Nú, en í nefnd sé þá ræddum við málskotsrétt og fannst, held ég flestum með öllum, að þrefaldar leiðir til þess að skjóta máli til þjóðar, þar að segja þingmáli, væri full mikið. Við lögðum til að þriðjungur þingmanna yrði felldur út, en það væri þjóðin og forsetinn sem héldi þessu. Við fengum greinilega ekki stuðning við það að fella út þriðjungin hérna í ráðinu þegar við kynntum þetta fyrir viku eða svo. Þannig að hér á eftir verður kynnt tillaga að þriðjungurinn komi aftur inn og þá finnst mér málið hafa breyst dálítið og nú farin að hallast að gerð 2 að hann geti, ef honum þykir þingmál vafasamt, vísa því til þingsins tilbaka. Ég held að væri ráðarinn að huga því hvort að lögrétta ekki að vera þar einhver milliliður. Ég hef ekki áhyggjur af því að þetta yrði pólitískt mál úr slíku. Ég vil benda á að þýski forsetinn sem að vísu þingkjörinn en enga síður á og ópólitískur. Hann hefur gert þetta alloft á hreinlega þeim grundvelli að mál brjóti báði stjórnarskrá eða sé ekki þingtæk eða hvað hann vill nú kalla það. Það er svona ein undantekning þar sem að jaðra við hann hafi verið með pólitík. Forsetinn Richard von Weizsäcker, hann skrifaði ekki undir lög einkavæðingu flugmálastjórnar þar í landi á þeim grundvelli að það skorti stjórnarskrár heimild fyrir, nefndi þó ekki neitt paragraf, heldur bara anda stjórnarskrárinnar og þá var það sett inn í stjórnarskrá, 2/3 hlutar þings sem gerðu það og eftir það var þann að sjálfsögðu skrifa undir. Sem sagt, ég bið nefndina að íhuga kannski báða valkostina en 2 svona í einhverju útfærslu. Varðandi það að hann skipi forstöðumenn, þá hefi nú ekki jafnmiklar áhyggjur af því að Eiríkur Bergmann að það sé einhvern veginn stórvægilegt stílbrot. Ég sé alveg fyrir mig vandamálin sem hann og fleiri hafa nefnt. Ég hef lýst stuðningi við það í minni nefnd að forseti skipi dómara og ætla að standa við það og líka ríkissaksóknara. Ég ekki tilbúin að ganga jafn langt og verið valkosti 1. Ég myndi vilja að menn huguð að því að einskorða þetta með einhverjum hætti án þess þó að þurfa að telja upp stofnanir við hreinar eftirlitsstofnanir og ef ég horfi á baksíðu skjalsins sem við erum með þá væri það fjármálaeftirlitið og samkeppniseftirlitið en ekki til dæmis Seðlabankinn og því síður Ríkisútvarpið. Ég svona enn að móta með skoðun á þessu en mér langaði að deila með ykkur mínum hugsunum. Takk fyrir.